Velkomin í oddvitakappræður Grindavíkur hér í Hádegismóum vegna sveitarstjórnarkosningana sem framundan eru 16. maí næstkomandi. Grindavík stendur frammi fyrir nokkuð óvenjulegum kosningum. Það í rauninni eitt stórt mál sem að yfirtekur allt annað og það endurreisn bæjarins eftir hinnar miklu náttúruhamfarir sem hafa gengið yfir bæjarfélagið á undanförnum árum. Og það verður áhugavert að heyra hvernig oddvitarnir sjá fyrir sér að málunum vindi fram á komandi kjörtímabili. Það ljóst að það hörð barátta fyrir hagsmuni bæjarfélagsins framundan. Já, við ætlum að byrja á að láta frambjóðendur bara kynna sig og svona sínar helstu áherslur á málefni. Byrjum bara á þér, Magnús. Þetta örstutt, þetta bara svona 3 mínútur, kannski mesta lagi. Já. Áherslur okkar í miðflokknum eru væntanlega þær sömu og hjá hinum flokkunum. Það að við viljum endurreisa bæinn og gera hann sem líkastan því sem hann var. Og við verðum náttúrulega að hafa öryggi í fyrirrúmi, en við verðum líka að hafa réttlátt öryggi. Og svo þurfum við þurfum að hafa laga veiturnar og rafmagnið og það. Svo mjög mikilvægt að fylgja eftir atvinnulífinu. Atvinnulífið mjög öflugt, en við verðum að gera eitthvað fyrir íbúana líka. Það þarf að vera gaman í Grindavík. Það hefur alltaf verið gaman í Grindavík. Og við ætlum að vinna náttúrulega í samstarfi við aðra og þetta þarf að snúast endurreisnina. Og við þurfum að komast í gegnum Þórkötlu. Það algjör forsenda að fólk geti fengið húsin sín aftur, þeir sem það vilja. Og Þórkatla þarf að bjóða upp á eitthvað sem við getum nýtt. Það þegar þeir kaupa af okkur húsin, þá erum við send út í ákveðna óvissu. Og við fengum aldrei svör nema bara til svo stutt tíma í einu. Þannig að við gátum illa komið okkur fyrir. Það þarf svona að eyða þessari óvissu. Það verður að eyða þessari óvissu. Og svo, núverandi bæjarstjórn, hún búin að ákveða að það verði skólahald. Við þurfum bara að halda okkur við það. Við verðum að vinna líka með ríkinu. En við verðum að koma þeim aðeins í skilningum það að það þarf að gera þetta saman. Það eru svo rosalega mörg tækifæri í Grindavík og eins og þetta hefur verið bara frá byrjun. Þá það ríkið og þessi yfirvöld sem hafa haldið aftur á okkur. Grindvíkingar eru ofboðslega kraftmikið fólk og alveg rosalega mikil samkennd og þetta svolítið magnað fyrirbæri og svo þurfum ég tala töluvert við gamla fólkið, að þau tala það að ég nenni ekki að fara að rífa mig upp aftur stutt eftir en málið það að við þurfum bara að hjálpa þeim heim, að því þetta fólkið sem byggði upp Grindavík og við þurfum að huga að málefni fatlaðra og það ansi margt sem þarf að fara saman. Já, förum við dýpra í þetta eftir. En kannski þú glemtir aðeins að kynna sjálfa þig líka, bara örstutt, bara segðu mér bara hvað heitir og okkur hvað heitir og hvað þú kemur. Já, ég heiti sem sagt Magnús Már og fyrir miðflokkinn. Ég búinn að búa í Grindavík meira og minna síðustu 30 ár. Ég fæddur og uppalinn í Bolungarvík. Ég giftur og 2 dætur og 1 barnabarn, lítinn strák. Og eitthvað fleira? Nei, þetta bara rosa flott og þá bara Guðbjörg næst. Já, ég heiti Guðbjörg Eyjólfsdóttir. Ég oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík. Það verða stórar áskoranir, erfiðar áskoranir fyrir næstu bæjarstjórn. Það náttúrulega, eins og Magnús nefndi hér áðan, það öryggismálin sem við hyggjumst bara taka í okkar hendur
og gera það með fólki sem að við treystum. Það hefur verið illa unnið og við höfum verið ósátt við vinnubrögðin varðandi áhættu matið fyrir okkar sveitafélag og síðan það húsnæðismálin. Þau eru náttúrulega númer 1, 2 og 3 núna í hugum fólks og ef að það næst ekki eitthvað að viti þar við ríki sem á náttúrulega allar eignirnar í dag sem að fasteignafélagið Þórkatla keypti að þá bara hvernig eigum við að koma fólki heim nema við náum einhverjum samningum þar að lútandi. Ég gift og við eigum 3 börn, 3 barnabörn, 4 hunda í fjölskyldunni. Við byggum öll heima í Grindavík, hérna við rýmingu, nú þetta allt tvist og bast út og suður, þannig að samfélagið þarf að komast aftur heim. Við þurfum að koma samfélaginu í gang. Takk fyrir þetta. Ásrún. Já, ég heiti Ásrún Helga Kristinsdóttir, ég barn og barnfæddur Grindavíkingur, hef búið í Grindavík alla mína tíð, Grindavík nafli alheimsins fyrir mér. Já, fyrir utan 1 ára þvælingi sem ég bjó í hérna Gufunesinu. En já, ég oddviti Framsóknar og spennt fyrir verkefnunum framundan. Það vakti mikla athygli á dögunum að það var íbúafundur í Grindavík þar sem að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafði verið kynnt til leiks en hún mætti svo ekki og svo birtist færsla á samfélagsmiðlum þar sem hún var í pítsupartíi með vinkonum sínum, Valkyrjónum. Þú myndist á það að ríkið verði að skilja að þið þurfið þeirra aðstoð við þetta verkefni, að það þurfi allir að vinna saman. Eru þið að upplifa skilnings- eða áhugaleysi frá ríkinu á þessu verkefni? Já, við erum að upplifa skilningsleysi og það sem að fer sérstaklega í taugarnar á mér, að mér finnst að þau standi í vegi fyrir uppbyggingu og hérna til dæmis komið með tilmæli núna að við ættum ekki að byrja skólahald og aðal ástæðuna nefna þeir út af félagslegum aðstæðum. En staðreyndin svo að börn sem búa ekki í Grindavík hafa þurft mikla aðstoð, en þetta búið að vera erfitt fyrir þau. Og það að gæti þurft að rýma einhvern tímann bæinn, það ekki rök fyrir mér vegna þess að börnunum heilt yfir líður illa andlega út af því að þau ekki heima, mjög mörg. Og auðvitað eru allar aðstæður uppi fyrir börn eins og okkur fullorðna fólkið. Fyrir mig fyrsta árið ég var sem sagt öryggis- og mannestjóri fyrir stórt fyrirtæki í Grindavík og mitt hlutverk var að halda utan á fólki og koma þeim fyrir. Og ég var alltaf að rekast á veggi og það var alltaf hið opinbera sem að truflaði. Á endunum þurftum við að henda fólki í gáma og svo bara gátum við ekki haldið upp í fiskvinnslu og það var mikið til út af boðum og bönnum. Og ég vil bara segja alveg eins og að við, eins og Guðbjörg var að nefna áðan, við erum mikið betur til þess fallin að sjá öryggismál í bænum. Við erum fullt, við erum með einhverja bestu björgunarsveit á landinu og við erum með fullt af mönnum sem mönnum og konum sem orðnir sérfræðingar í öllum öryggismálum. Á meðan talað um það að það sé búið að ausa peningum til Grindavíkur eða megna þeim hefur farið til Reykjavíkur í ykkur óþarfa fyrirtæki. Já, þessi reiði sem að spratt upp af fjarveru forsætisráðherran, hún kannski tilkomin út frá þessari upplifun sem að hann lýsir hérna Magnús? Já, mér finnst bara þessi yfirlýsing og þetta pizzapartí, ég hefði haldið ef að þeir hefðu komið allar 3 valkyrjurnar heim til Grindavíkur og íbúafundin, þá hefði það lent í miklu stærra og skemmtilegra pizzapartí, sko. Á Pappas. Og það var körfuboltaleikur og það var stemming og ég hefði haldið að finna og koma og finna andan í okkur og baráttuna
að það hefði verið miklu skemmtilegra partí. Það verður meira stuð í Grindavík. Meira stuð, heldur betur. Mér langar kannski að grípa boltan og segja sko samstarfið, það er ljóst að þessar náttúruhamfarir og endurreisn Grindavíkur í rauninni bara þjóðin öll sem að þarf að taka höndum saman. Og við höfum alveg átt í góðu samstarfi við ríkið og við forsætisráðuneytið. Við höfum mætt reglulega á fundi og skipst á skoðunum. Það hafa alveg verið hressilegar umræður en við svona heilt yfir höfum við bara átt í góðu samstarfi. En okkur greinir í rauninni á hraða endurreisnar. Og þessi íbúafundur var bara mjög góður, gott skref að halda hann og Grindvíkingar sýndu þarna bara samstöðu og mættu vel til fundar. Fólk fékk boð á fundin og þá voru einhverjir sem gátu mætt en aðrir ekki. Vissulega vantaði forsætisráðherra, ég skal alveg segja það, og líka forsvarsmenn fasteignafélagsins Þórkötlu til að svara í rauninni þeim spurningum sem brunnu einna helst á Grindvíkingum. En hvað það svona kannski helsta sem að svona forgangi sem þarf að gera til að þá að hraða endurreisninni? Hver svona, það atriði sem að, þarf að einblína á, bara núna, einhvern veginn? Sko, nú erum við að vinna í þessari framkvæmdaáætlun 2 sem að lítur að sprungufyllingum. Við erum með 5 niðurrifsverkefni í gangi og 7. held ég í útboði. En við þurfum sem sagt að tryggja öryggi og það hefur margt áunnist í Grindavík á þessum tíma. Við þurfum að vinna varðandi áhættumat og við höfum bent svolítið á að við höfum nýtt tíman illa. Við viljum nýta hann betur og já, við treystum okkur og auðvitað öryggi alltaf númer 1, 2 og 3 sko. En já, áhættumat klárlega og við höfum svona gagnrýnt eins og þau kom inn á að við Grindvíkingar eigum líka, þurfum að eiga aðkomu að því. Einmitt. Þú talar að taka öryggismálið í ykkar ein hendur. Hvernig er það raunhæft? Hvernig sjáu þið það fyrir ykkur að það geti farið fram? Sko eins og málið í dag að þá bara verkfræðistofa hér í Reykjavík sem að sér áhættumat fyrir í umboðu Grindavíkur nefndar. Og við sjáum það fyrir okkur að virkja bara okkar almannavarna nefnd og fá til þess bara færa fulltrúa og við getum alveg ráði verkfræðinga alveg eins og Grindavíkurnefndin og gert þetta þannig að við komum að borðinu og við erum bara alveg fullfær það eins og Magnús sagði og við erum með gott fólk á lista sem björgunarsveitarfólk sem jarðfræðingar sem bara með fulla og flotta menntun og svo getum við bara fengið fólk til liðs við okkur þannig að þetta áhættumat sé gert af okkur. Að sjálfsögðu eftir öllum settum reglum. Við ætlum ekki að gefa neitt afslátt á einhverju öryggi íbúa eða samfélagsins eða vinnunar í Grindavík. Við viljum að allir njóti öryggis og það verður númer 1, 2 og 3 í okkar vinnu. Og vinnan náttúrulega fyrir löngu hafin varðandi uppbyggingu. Hún hófst á degi 1 eftir 10. nóvember eins og Ásson kom inn á og það bara í góðum farvegi. En núna þurfum við að fara að taka næsta skref og við ætlum að taka þau í öruggum skrefum. Við ætlum ekki að veita neitt afslátt á því. En við þurfum liðsinni ríkisins. Þetta samfélagslegt verkefni okkar allra af því að hvert einasta sveitarfélag á landinu nánast getur lent í hamförum. Og þá þetta bara okkar allra. Ég hjó eftir því að þú nefndir með börnin. Það kannski kemur mörgum og óvart að þessi helsta svona hið helsta áhyggjuefni var ekki að það væri sprungur eða eitthvað þannig heldur þessi félagslegu þættir sem hún nefnir og rýmingar og þannig. Það sem ég hugsa það eru ýmis sveitarfélög sem að búa við reglulegar rýmingar til dæmis vegna snjóflóðahættu. Er þetta eitthvað öðruvísi í Grindavík? Það gott þegar þú spurðir að þessu. Ég bjó við það sem barn að þurfa að yfirgefa heimili mitt svolítið oft og sko munurinn að það búið að skoða og búa til regluverk utan snjóflóðavarnir.
en í sambandi við hraun ekki búið að gera það. Og það, sko, fyrir mér ég mikið hræddari við snjóflóð heldur en nokkuð tíman hraunflæði. Við höfum alltaf marga klukkutíma og jafnvel daga til að rýma. Og ástæðan fyrir því að ég talaði félagslega þáttinn meira núna vegna þess að ég veit hvað búið að gera í bænum. Það búið að kortleggja nánast allar sprungur og það búið að fylla upp í þær. Og það búið að gera rosalega mikið til þess að tryggja bæinn. Ég persónulega myndi halda að þetta væri ef að þeir hefðu sett varnir til dæmis inn í áhættumatið. Ég búinn að gera mörg áhættumat og þá myndi það líta allt öðruvísi út. Þetta byggir svolítið á hvað forsendu setur þeir og hvar váin og hvað getur gerst og hvernig skiljiði. En ég sé ekki að þetta sé eitthvað öðruvísi að yfirgefa Grindavík vegna þess í nánast öllum rýmingunum, þá hefðum við getað farið aftur inn bara eftir örfáa klukkutíma. Og ég verð bara að segja þessar hetjur á gröfunum og ídónum að þetta fólk búið að vinna kraftaverk. Og við, sko, það ofboðslega mikill lærdómur sem hefur komið að þessum hamförum, en það vantar að nýta þær fyrir okkur. Þá ég að tala að setja þær inn í til dæmis áhættumatið. Og auðvitað hef ég áhyggjur af ungviðinu og ég hef áhyggjur af gamla fólkinu, ég hef áhyggjur af ansi mörgu. En það búið að tala og það búið að segja ofboðslega fallega hluti bæði við okkur og okkur af yfirvöldum. En ég get ekki séð þessar efndir, uppkaupin, það voru keypt húsin. Það ofboðslega mikill peningur í því. En svo erum við skilin eftir í óvissu að því okkur var sagt að við erum gripin, en við vorum ekkert gripin. Ég þurfti til dæmis að leigja íbúð hérna í Reykjavík fyrir rúmlega 500.000 kall á mánuði og maður var bara skítræddur það að maður var að éta upp alla peningana sína sem að maður gerði reyndar á endunum, en svo kemur þetta alltaf þetta leiguúrræði, hvað var það, 2, 3, 4 mánuðir, en maður í óvissu, maður vildi koma, ég var 11 ára gamla dóttir og hún var bara í lausu lofti og það var rosa erfitt að horfa upp á það, þannig að við urðum að fá fastan stað. Þess vegna keypti ég í Keflavík. Keflvíkingar hafa alveg komið mjög vel fram á allt það, en það vantar að það sé ykkur fyrirsjáanleiki. Til dæmis í sambandi við húsnæðið okkar, við erum með þessar samninga núna, hvað kallast þetta aftur? Þetta kallað hollvinasamningar og með gisti ákvæði. Já, og núna það í 10 mánuði. Og hvað fela þessi samningar í sér? Þá máttu gista þar og vera þar næstu 10 mánuði, en þú ennþá svolítið hangandi í spottunum. Í þessum eignum sem að Þórkatla með. Já. Og ég myndi vilja sjá til dæmis bara, næstu 5 árin, ef ekkert alvarlegt gerist, að þá getið þið verið þarna, vegna þess að markaðirnir, húsnæðismarkaðurinn, ef að ég seldi til dæmis húsið mitt núna, þá ég að selja það svona 10-15 milljónum minna heldur en ég keypti þá. Og þá það ekki, þú veist, slísi kom. Þá það ekki... Það bara að bíða eftir þessu. Þá það sambarilegt, skiljiði. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11.
hérna með íbúðirnar á Þórkötlu, hvað svona stendur í vegi þess að fólk geti komist aftur í þessar eignir þá til lengri tíma? Þórkatla að mér skilist undan þegar því að greiða til dæmis fasteignagjöld til sveitarfélagsins. Væri ekki gott að koma þessu einhvern veginn í að það sé einhver virkur notandi í íbúðunum sem að sinnir viðhaldi og tryggir það eignina drabbist ekki niður og greiðir það fasteignagjöld til bæjarfélagsins upp á að auka tekjur sveitarfélagsins? Þetta nú það sem að við höfum verið að benda á, bæði bæjarstjórnir með Ásrún í fararbróti og ég formaður hagsmunasamtakana Játgerður. Þannig að við höfum verið að koma með tillögur að borðinu til Þórkötlu. En það gengur hægt, vinnan. Það engin svör? Við fáum lítil svör, það alltaf verið að fresta ákvarðanatöku og málið að við vitum í sjálfu sér ekki hvar flöskuhálsurinn. Við fáum ekki greinagóð svör við því. Og eins og við erum búin að margbenda á að koma húsunum í notkun svo þau drabbist ekki niður, það hlýtur að vera bara vilningsatriði fyrir ríki líka og þetta eign okkar allra landsmanna. Ef að ríki lætur þetta drabbast niður að sinni vakt, hverjum erum að kenna? Okkur íbúum? Nei. Við höfum fullan vilja til þess að koma tilbaka og máta okkur þá við nýjan veruleika og sjáum húsin okkar og síðan það annað að þetta skerðir tekjur sveitarfélagsins alltaf 0,5 milljarð á ári og hvernig setur það sveitarfélagið í? Hvaða stöðu setur það sveitarfélagið í? Það bæði verið að klippa á báðum endum. Og frá tekjumöguleikum og svo þurfum við að óska eftir aðstoð því að við höfum ekki nægar tekjur. Maður skilur ekki einhvern veginn reiknistæmið í þessu. Það starfa 1400 manns í landi Grindavíkur. Þannig að atvinnulífið alveg komið svolítið á fullt. Já. Og það nú búið að tala um það í áratugi að brothættar byggðir á landsbyggðinni sem að hafa ekki atvinnu fyrir fólkið sitt. Við höfum næga atvinnu, okkur vantar bara fólkið. Þannig að við erum svo öfugri stöðu einhvern veginn. Já, og við fáum einhvern veginn ekki svör og þarna klárlega verk að vinna fyrir næstu bæjarstjórn að raunverulega að krefja svara og krefja áætlanir, hvað ætlaðir með okkur. Af því að þarna geta þau beitt ákveðnu þrýstingi til að hamla uppbyggingu. Já, það það sem við óttumst. Já, þannig að atvinnuuppbyggingunni líður fyrir það einhvern veginn að það ekki svör og klárlega. Klárlega. En hvernig nú hefur náttúrulega Grindavíkurnefndin líka svona bent kannski þeim tilmælum til Þórkötlu það ekki að gefa út tilmæli að íbúðir sé ekki seldar eða leigðar til barnafólks. Jú. En það ekki svona, hvernig horfir það? Það hefur gert það. Já, þetta Grindavíkurnefndin og líka ríkisstjórnin gaf út þessi tilmæli. Og það í rauninni það sem að fer illa í fólk. Við höfum ekki, að fólk hefur ekki þetta frelsi til að velja. En og ég alltaf kom inn á, varðandi, Þórkatla keypti yfir 900 eignir og við fáum ekki fasteignagjöld af því. Þannig að tekjuskerðingin gríðarlega mikil fyrir bæinn. Og svo þetta líka svona óvissa varðandi bara hversu hratt stækku við, þannig að það mikil óvissa með tekjustofna og líka greiðslur frá jöfnunarsjóði. En já, það í rauninni það sem svona það sem við erum mest ósátt við núna. Það þetta að við fáum ekki öll jöfn tækifæri. Nei. Þetta í rauninni, okkur skotið út í geim, en nú ekki spurningin hvenær komum við aftur, heldur fá allir að koma aftur. Og ég held að þetta með börnin gríðarlega mikilvægt. Það ekkert samfélag án barna og við viljum stíga þessi skref og bæjarstjórn tók þá ákvörðun að óska eftir og ráða skólastjóra til þess að halda þessum málum opnum fyrir næstu bæjarstjórn. Þannig að við sjáum það fyrir okkur að hér að verði skóli í Grindavík næsta haust. Ég sá á íbúafundunum, þá var eitthvað sem að spurði, eitthvað svona viðurlög við því ef við fylgjum ekki þessum tilmælum, ef við hefjum skólastarf. Eru þið öll sammála það að hefja skólastarf alveg sama hvað ríkið
segir og raular og tautar. Þetta er í rauninni í okkar höndum. Þetta er bara, þessi mál færast yfir til sveitafélagsins, fræðslumálin, þau færast yfir til sveitafélagsins eftir kosningar. Og þannig að þetta er í rauninni okkar ákvörðun að taka. Já, ég var mjög ánægð þegar að bæjarstjórn tók þessa ákvörðun. Hún allavega er ég hlindinni og ætla að halda henni ótröð áfram ef ég fæ umboð til þess. Og þetta var stór ákvörðun af því að þetta var í trássi við Grindavíkurnefnd, þetta var gegn tilmælum ríkisstjórnarinnar. Þannig að þetta var risaskref hjá bæjarstjórninni og klárlega þá höldum við því áfram, held ég að við séum öll sammála það. Ég held að það sé bara akkurat engin spurning að það er búið að ráða skólastjóra og það verður byrjað svo framalega sem ekkert gerist og það er jafn mikla líkur á því að eitthvað alvarlegt gerist í Grindavík eins og hverjum öðrum stað á landinu. Og sko, málið er það að með því að hefja skólahald þá byrjum við erum með innviði til staðar. Við erum búin að ráða skólastjóra. Við eigum leikskólahús, við eigum grunnskólahús og við getum gert þetta og ég er mjög þakklátur síðustu bæjarstjórn að þetta skref var tekið að það var ráðin skólastjóri og við ætlum að hefja skólahald. Það er ofboðslega mörg börn sem eru í raun og veru að bíða eftir því að komast heim og maður sér það til dæmis á körfuboltaleikjunum þar sem er nú eiginlega hjartað okkar og að krakkarnir hópast mikið saman svona eiginlega til að hitta hvort annað. Bara, sjá hvort annað. Má ég grípa aðeins, þegar þú talar um börnin, í Grindavík í dag búa börn. Já. Og þegar ég keyrði hingað frá Grindavík í morgun, þá sá ég sem skólabíl bíða fyrir utan heimili í Grindavík. Þannig að við þurfum líka að spyrja okkur, hvernig ætlum við að hlúa að börnum í Grindavík, börn sem búa í Grindavík núna og börn sem munu flytjast í Grindavíkur. Þannig að við höfum líka talað það er eðlilegur hlutur að labba á skólalóðuna og fara á æslabelginn og fara í körfu og svona. Þannig að við þurfum og við höfum í rauninni óskað eftir, bara aðstoð við að taka utan þessi málefni. Þannig það snýst kannski aðalum einhvern veginn, maður heyrir að það er ekki mikill ágreiningur málefni hjá okkur, það snýst kannski aðalum hvernig á að þrýsta á ríkið að þrýsta á að þið geti haldið áfram ykkar endur uppbyggingu í bænum. Klárlega og þarna erum við náttúrulega kannski, þú talaður áðan að gæti ríkið gert eitthvað til þess að hamla. Við óttumst að þau beiti ákveðnu þrýstingi varðandi húsnæðið. En þá kemur það eins og Ásrún sagði, sveitafélagið, það hefur skyldur, gagnvart Grindavíkur opin, öllum, til búsetu sem að geti það og vilja og kjósa og það er held ég nánast allt húsnæði, það er búið í öllu húsnæði sem Þórkatla á ekki. Og þar eru börn og þar eru unglingar. Og við verðum að veita þessu fólki og börnum þjónustu. Það er bara lögum samkvæmt. Og síðan er það náttúrulega, Grindavíkurbær hefur alltaf verið þekktur fyrir mjög öflugt æskulýðs og íþróttastarf, björgunarsveitastarf, unglingastarf á vegum þess og þannig að þetta var mjög öflugt samfélag sem studdi vel við bakið á öllum þessum þáttum æskunar og ég held að það sé bara engin efi og engin ágreiningur það hjá okkur þremur að því verður haldið áfram í þeim skrefum sem að samfélagið blómstrar á ný. Hafið þið einhverja ólíka nálgun á hvernig eigi að takast á við ríkið og teljið til dæmis að samband íslenskra sveitafélaga geti verið eitthvað svo vettvangur til þess að skapa eitthvað slagkraft í þessari hagsmunabaráttu? Sko við höfum nýtt okkur þjónustu sambands íslenskra sveitafélaga og fjölmargra aðila og það er gríðarlega mikilvægt að við eigum í góðu samstarfi við þessa aðila og eigum það áfram. Eins og ég sagði í upphafi, þá höfum við átt í ágætis
samstarfi og við verðum að halda því áfram. Þannig að við höfum alveg nýtt okkur og við getum líka, maður velti fyrir sér líka sko með Suðurnesin, það getur verið svona, við getum syngt saman ákveðinni hagsmunagæslu, varandi innviði, orkuinnviði, vegi, þannig að klárlega þurfum við að nýta okkur slagkraft. Það ekki spurning, við þurfum á allri aðstoð að halda og þetta risaverkefni sem við erum með í höndunum og ef við ætlum að vera bara í stanslausu orustu þá verður það miklu erfiðara og það kannski mín sýn á að við kannski förum í þessa nálgun með sátt og samlyndi og reynum að komast að niðurstöðu. En það má náttúrulega ekki vera niðurstaða sem bara einhliða. Þannig að það verður að vera í samvinnu og sátt við okkur bara örugga og góða uppbyggingu. Já, ég algjörlega sammála því við verðum að eiga samtal og samvinnu við aðra. En ég þeirra skoðunar að sveitafélag ekkert annað en íbúar sveitafélagsins og þarfir þeirra. Það það sem við þurfum að hlusta á. Og samvinna og samkennd það sem hefur einkennt Grindavíkursamfélagið. Við höfum tekist á alveg rosalega en svo dettur ykkur fyrir kringum okkur og þá stökkva allir og hjálpa. Og þetta alveg, þetta eitthvað sem þessi Grindavíkursamkennd, eins og ég kalla hana, hún einstök. Og við kunnum líka að vinna með öðrum ef þess þarf. En við getum líka verið ákveðnir og frekir og reyndar ekki ég afskaplega rólegur. En við þurfum að koma okkar að og auðvitað þurfum við að styðja hina í því sama. Eins og til dæmis raforkan. Þetta sameiginlegt svæði, raforkusvæði. Og þess vegna við verið að minna að tala að það mikið talað um að það sé verið að byggja garða sérstaklega fyrir einkafyrirtæki eins og Bláa lónið og HS Orku. Ég get ekki verið sammála því vegna þess að það verið að verja HS Orku og það út af því að þetta alveg risastórt svæði sem þeir að þjónusta. Það mikið meira heldur en bara Grindavík. Og svo varðandi Bláa lónið þá þetta bara eitthvað stæsti vinnustaðar fyrir utan náttúrulega flugvöllin. En þetta þjóðarhagur að halda þessu í gangi. Sama og með Grindavík. Grindavík hefur alltaf skapað alveg ofboðslega miklar tekjur. Og það þjóðarhagur að halda Grindavík gangandi. Og hver sem nálgunin þá þurfum við á öðrum að halda og aðrir þurfa okkur að halda. Og þetta snýst allt það, allt íslenska samfélagið, að við stöndum saman. Það á ekki að setja ykkur sér lög á eitthvað sveitafélag af því að það talað að sé hættulegt. Ég get sagt ykkur til dæmis með rýminguna að það var talað, Grindavíkurbær stóð sér alveg ofboðslega vel fyrir rýmingu. Það var búið að senda flóttakort og það var búið að kortleggja allt tilbúið ef til rýminga kæmi. Fyrirtæki sem ég var hjá, við æfðum þetta í viku, hverjum degi. Fylgdust alltaf með í samvinnu við Grindavíkurbæ. Þannig að við erum fullfær að sjá þetta. Síðan kom að rýmingunni og þá var Víðir, ég vill ekki, maðurinn, búinn að segja þið leið og farið út úr bænum, kveikið á útvarpinu, við segjum ykkur hvert þið að fara. Það kveikti allir á útvarpinu. En þeir kom aldrei með tilkynninguna. Og þetta var fyrsta skrefið í því að við fengum ákveðna vantrú á yfirvaldinu. Að það var ekki, og svo upplifðum við það sem svona mótspyrnu í framhald af því. Og þess vegna ég pínu pirraður út í yfirvaldið vegna þess hvernig þeir komið fram þarna í byrjun. Mér heyrir svona einhvern veginn á okkur að þið gætuð öll unnið saman að loknum kosningum. Það rétt metið hjá mér? Einhver sem
Við höfum öll unnið saman. Já, ég segi það, þannig að þið getið haldið að því áfram bara, sjáðu þið einhver sem þið getið ekki, sjáðu ekki fyrir ykkur að geta unnið með eitthvað framboð. Já. Nei, ég kannski gríp hérna að boltan en það hefur verið lítil pólitík í Grindavík síðasta kjörtímabil og ég hef hugsað, ég hefði einhvern veginn ekki vilja vinna með neinum öðrum en þessu fólki sem er með mér núna í bæjarstjórn. Og ég held að við tölum hér samvinnu, þannig að ég held að það sé mikilvægt að við saminumst þessi verkefni, vinnum saman með bjartsýni að leiðarljósi og ég hlakka til að fá, mikilvægt að það sé reynsla, að verður reynsla til staðar í bæjarstjórn, en ég hlakka líka til að fá svona ferskan blæ líka. Þannig að ég held að við bara verðum að vinna vel saman. Já, ég er alveg sammála því. Ég held að verði lykil atriði til þess að við náum árangri. Það að við vinnum þétt og vel saman. Eins og þið heyri, við erum ekkert ósammála í sjálfu sér hvað þarf að gera. Kannski einhverja leiðir ólíkar, en ég held að það sé bara lykil atriði næsta kjörtímabili fyrir okkur. Fyrir samfélagið allt, fyrir Grindvíkinga að við vinnum þétt og vel saman. Og við megum ekki gleyma því að Grindavík var nú með stærstu verstöðum á landinu í mörg ár. Við færðum okkar fórnir, sjórinn tók, þó hann gefi líka. Og við höfum alltaf, samfélagið bara þannig að það grípur fólk og við höldum saman og við erum bara þétt saman og þannig held ég að við náum bestum árangri. Við hefum gert það hingað til og munum gera það áfram að ýta góðum málum áfram. En við verðum líka, það sem ég heillaðist af þegar ég kem til Grindavíkur, að það er sagan. Saga Grindavíkur er stórmerkileg. Við getum bara nánast farið aftur til ársins 1000 og það er alveg nánast og það er bara nánast síðan búið að vera fólk þar og ég hef hvergi upplifað þessa samstöðu. Við sjáum bara til dæmis eins og þegar við byrjuðum með sjóaran síkáta. Þetta bara reif upp allan bæinn. Virðing fyrir störfum, mönnum, kynslóðum og það er til staðar en við tökumst oft rosalega á. Ég hef nú stundum verið settur í þess órólegu deild að ég sé eitthvað svona æsingamæður. Já, en ég lít bara á þetta sem svona rökræður og við lendum alltaf vel. Og ég hef þroskast með árunum. Meðfærulegri með árunum. Mér finnst kannski mikilvægt að koma líka og við erum að tala fólki og samfélagið. Það var bara meðvituð ákvörðun hjá okkur í bæjarstjórn að leggja í rauninni skera ekki niður fjármagn til bara samfélagsins. Það er mikilvægt að við höldum innan félagsauð og við höfum sett gríðarlega fjármuni til íþróttastarfs og félagsstarfs og það hefur verið áskorun að stýra samfélagi sem býr í yfir 20 sveitarfélögum á landinu. En ég held að þetta sé eitthvað sem maður er ótrúlega stoltur af og var mikilvægt fyrir okkur. Nú þurfum við að vinda okkur í örstutt auglýsingahlé en við verðum hér aftur eftir örfáar mínútur. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðuviðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókaðu tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni Þú getur meira með símanum. Herragarðurinn klæðir þig vel. Velkomin aftur að skjánum.
Eitt sem að, manni leggur forvitni á að vita, nú er ykkar góði bæjarstjóri búinn að gefa það út að hann ætli ekki að halda áfram. Sjáið þið fyrir ykkur að taka að ykkur bæjarstjóra hlutverkið eða að það verði fagleg ráðning? Magnús, byrja kannski á þér. Ég sé ekki fyrir mér að ég sé að fara að vera bæjarstjóri og ég áttur að sakna Fannas mikið. Flottur kall. En ég sé fyrir mér að það verði auglýst eftir öflugum bæjarstjóra og sko við verðum að fá mjög kraftmikla mannesku í bæjarstjórastarfið. Að það sem mér hefur fundist vanta aðeins upp á í samskiptum við yfirvöld, að það er að sé svona fótfesta og pínu ákveðni. Þannig að við þurfum að fá öflugan bæjarstjóra og ég sé ekki fyrir mér að það verði ég. Hvað segir þið? Það hefur nú ekki verið venjan hjá okkur í Grindavík að oddvitar sækist eftir bæjarstjórastólnum. Þannig að ég er nú ekki þar og Fannar er búin að sinna þessu starfi með ágætum og ég hef notið þessa að starfa með honum. Þannig að hann er búin að standa sig vel á þessari vakt, en nú er bara komið að lokum hjá honum, en við þurfum náttúrulega bara, mjög öflugan bæjarstjóra sem er tilbúin í þau verkefna því að verkefnin verða mjög krefjandi og hann verður að vita að hverju hann er að ganga að. Já, við erum sérstaklega þakklátt Fannari fyrir hans öflugu störf á síðustu kjörtímabilum. En hópurinn minn, við komumstum niður á það að það yrði ráðinn bæjarstjóri, faglega ráðinn og ópólitískur helst. En ég ætla samt alveg að segja, ég myndi alveg treysta mér í það. Ég hef staðið í stafni þetta kjörtímabil og er með, búin að öðlast mikla reynslu og þekkingu, en ég líka tek undir það að mér finnst mikilvægt að fá öfluga mannesku í þetta starf út af því að verkefnin eru sannarlega ærin. Nú ætlum við að fara smá útúrdúr frá þessari annars góðu umræðu, en það er núna fyrir þinginu liggur þingsályktunar tillaga fyrir þinglegri meðferð hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að ESB, þetta er svo ábáslega lágt orð, verst tunga tönn. Þetta hefur aðeins verið gagnrýnt, þessi tímasetning sem að þetta er sett fram. Hafið þið fundið fyrir því að þessi ESB umræða sé að hafa áhrif á ykkar baráttu, að vilja koma ykkar sveitarstjórnar umræðu á oddinn? Hefðu þið viljað sjá þetta á öðrum tíma? Hvernig þetta byrja? Þið starið allavega? Ég get byrjað, sko. Grindavíkur málin eru bara okkar 360 gráður, sko, og við lifum svolítið og hræðumst í þeim. Þið hafið kannski ekkert orðið vör við ESB-umræðuna? Jú, sjálfsögðu höfum við orðið vör við það, en þetta er bara svona, ég er svo sem alveg sátt við það að þjóðin sé spurð, en með spurningin fyrir að vera skýr og vilja að við segjum. Já, endilega segðu mér, hver er afstæða þín? Já, afstæða mín er nei við ESB. Ég vil bara að við höldum í okkar hér og reynum að vinna að okkar máli myndarlega. Já, ég er sammála henni Ásrúnu. Mér finnst þetta ekki tímabær spurning, mér finnst ekki tímabært að fara í þetta á þessum punkti í íslensku atvinnulífi og efnahagslífi og ég held að sé næg önnur verkefni fyrir ríkisstjórn Íslands að huga að áður en að fer að eyða fjármunum í þetta. Þannig að ég mun klárlega að segja nei. Jú, vissulega hefur maður orðið var við þessa umræðu og mér finnst þessi umræða bara, hún er ótrúlega leiðileg. Ég verð bara að segja alveg svo er. Og ég hefði svo gjarnan viljað að þessi ríkisstjórn hefði beitt sleggjunu í þá átt sem þeir sögðust alltaf að gera. En þetta tekur allt of mikið frá þeim verkefni sem virkilega þarf að gera og þá er ég ekki bara að tala um sveitarstjórnarmálin.
það er lánamál, vaxtamál, þessu, það er eins og það er bara gleymt þessu. Þannig að ég segi bara nei við bæði spurningunni og ESB eins og staðan er núna. En það getur vel verið að það breytist, en ég er afskaplega ósáttur við ríkisstjórnina að vera að tróða þessu inn núna. Okay. Já, nú ætlum við að fara í smá leik. Nei. Við ætlum að bjóða ykkur frambjóðendum að spyrja hvert annað. Ég hef aldrei. Já, við ætlum að fara ég hef aldrei. Nei, við ætlum bara að hafa þetta svolítið hefðbundið, en já, við ætlum að leyfa ykkur frambjóðendum að spyrja hvert annað. Þannig að hver frambjóðandi fær eina spurningu sem hann getur varpað á annan frambjóðanda og bara einhverja svona eina stutta og svarið má verða líka að vera stutt. Þannig að Magnús bara byrjar. Já. Mér langar nefnilega að spyrja hana Guðbjörgu. Ég hef fylgst með henni, hún er búin að vera rosalega dugleg með játgerði og sko, hún hefur alveg sagt að það sé erfitt að fá áheyrn. En hafið þið náð einhverju inn hjá ríkinu og nú er ég að tala þetta jákvætt til þín að því ég er afskaplega ánægð með hvernig þú hefur komið fram. En mér finnst einhvern veginn eins og það sé enginn að hlusta á hinum endunum. Er það rétt? Já, ég hef reynt mikið og ég get verið þrjósk. Ég veit það. Og fylgin mér, þannig að ég get nú sagt ykkur bara þær fréttir að ég er að fara á fund forsætisráðherra á morgun. Þannig að það hafðist. Ætlar að taka pappaspítsu með það? Það kom inn í hugan mér. Eina glóðvolka? Já, grínlaust. En svo fór ég nú að hugsa, er það vænlegt til árangurs? Ég veit ekki, en... Þá kemst allan að þig hvort hún hafi húmor fyrir sjálfur sér eða ekki. En ég ég veit ekki, ég er bara einhvern veginn þannig, ef ég tek eitthvað að mér, að þá klára ég það. Og ég er mjög staðföst í einhverju sem ég tek að mér, þannig að ég geri mitt besta og ég hætti ekki fyrir fullan hnefana. Og ég held að svari sé já, ég ætla að reyna að fá áheyrn og ég ætla að reyna að fá svör á morgun. Frábært. Já, þú kannski bara tekur boltan og færð að varpa spurningu á annan frambjóðanda. Já, ég myndi segja svona, hvað ég segja við Ásrúnu. Hún hefur staðið sér vel sem forseti bæjarstjórnar á þakkir og heiður skili og að ná að halda þessu öllu saman. Er eitthvað sérstakt svona atriði sem að þú myndir svona eins og heima varðandi leggja meiri áherslu á en annað? Já, sko mér finnst gríðarlega mikilvægt að við svona fjárfestum í fólkinu og hlúum að fólkinu og forgangsröðum svolítið í þágu íbúa. Og mér finnst líka bara ábyrg fjármálastjórn. Ég segi að við værum ekki hér, við stæðum ekki hér í dag, við þrjú, að bjóða okkur fram til sveitarstjórnar næstu 4 árin ef að við höfum ekki viðhaft ábyrga fjármálastjórn. Hvað Ásrún, þú á síðustu spurninguna? Já, er það ekki bara best að ég fari þá hringinn og spyrji Magga, kannski svona lítur að fjármálum. Ef að þú beittur þrýstingi frá íbúum að fara í einhverja fjárfreka framkvæmd, hvað myndirðu gera? Myndirðu slá til og taka lán eða hvað myndirðu gera? Nei, ég myndi ekki taka lán og sko það fer náttúrulega eftir í hvað það er. Ef það væri til dæmis, ef við þyrftum að taka alla lagnirnar upp, þá yrðum við að gera það, ef það væri þannig innviðir. En ég færi ekki í það að gera eitthvað minnisvarða og taka lán fyrir því. Eða byggja nýja sundlaug. Nei, ég myndi ekki gera það á þessum tímabúti og það vita eiginlega allir að það hefur enginn barist meira fyrir innusundlaug í Grindavík en ég. En núna er hún ekki efst á forgangslista, bara alls ekki. En við erum með óbúslega mikil og góð mannvirki, íþróttamannvirki. Við þyrftum að nýta þau betur og hafa meiri opnun og líka
Já, við erum með 2 íþróttahús en við erum með fáa íbúa. Þannig að við þyrftum að finna leiðir til að nýta það betur. En ég myndi ekki taka lán fyrir áhugamálum, nei. Herri, þá hefur þessum hring verið lokað. Þetta var bara alveg ofboðslega vel gert og jafnt skipt hérna. En nú er komið að því að þið eigið orð við ykkar kjósendur sem eru nú við skjáinn og útskýrið fyrir þeim eða reyna að samfæra þau að kjósa ykkur. Ég ætla að bjóða ykkur að horfa bara beint í myndavélina hér og Magnús. Þú mátt láta mig byrja aftur. Þú mátt byrja. Þú ert hérna einn af þessara hlið þannig að þú nýtur þess. Þetta er allt í góðu. Þetta er bara stutt svona eins og 1 mínúta eða eitthvað. Bara að vera snöggur að þessu. Og hvenær má ég byrja? 1, 2 og nú bara, er það ekki? Já, ágætu Grindvíkingar. Ég ákvað að bjóða mig fram til þess að fara í að byggja upp Grindavík. Og það ég get lofað ykkur því að ég mun gera allt sem ég get til þess að eiga góð samtöl við ykkur, fá að vita ykkar þarfir og berjast fyrir því þar sem það á við. Og ég mun ekki kvika frá hlutum út af mótstöðu ef það er rétt fyrir okkur. Og ég hvet ykkur til að koma taka tal við mig og okkur í Miðflokknum að því við ætlum að gera allt sem við getum til þess að gera Grindavík frábæra aftur. Máttu ég tala lengur? Þetta var bara mjög gott. Bara mjög gott, akkúrat passlegt. Ágætu Grindvíkingar, ég er oddviti Sjálfstæðisfélags Grindavíkur. Við ætlum að viðhafa ábyrga og örugga fjármálastjórn. Við ætlum að setja öryggið í efsta sæti. Það er húsnæðismálin sem verða áskorun og við ætlum að ganga í það verk. Við ætlum að styrkja vel við íþrótta- og æskulýðsstarf nú sem endra nær. Ég er með þéttan hóp á bak við mig af fólki, bæði með reynslu, nýtt fólk á fjármálasviðinu, í fyrirtækjasviðinu, blandaðan flottan hóp sem er tilbúið í að endurreisa Grindavíkur í öruggum og góðum skrefum. Takk fyrir. Kæru kjósendur í Grindavík, við í Framsókn erum með öflugan lista fólks með breiða þekkingu, fólk sem býr við miklu keppnisskapi og er tilbúið að berjast fyrir málefnum Grindavíkur. Við munum leggja áherslu á mörg góð verkefni, hagsmunagæslu fyrir bæinn, hlúa að fólkinu okkar sem er mikilvægt, innviði, höfnin. Við erum bara tilbúin í slaginn og erum spennt fyrir næstu 4 árum. Já, takk fyrir þetta og nú þessu fer bara að ljúka hjá okkur. Það er ljóst að það er ekki mikill ágreiningur á milli framboða í Grindavík. Allir eru sammála það að það þurfi að hraða endurreisn bæjarins. Þannig að kosningabaráttan mun eflaust snúast að mestu leyti það bara hvernig á að ná því fram og hverjir kjósendur telja að þeim treysti best til þess að ná árangri þar. Við munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með á okkar miðlum á Morgunblaðinu og mbl.is sem í öðrum sveitarfélögum. Við þökkum frambjóðendum fyrir að vera hérna með okkur í dag og áhorfendum fyrir samfylgdina.